Sælverði. Nú búið að mæla fyrir frumvarpi hálendisþjóðgarð. Það kemur auðvitað engum á óvart að verulegar efasemdir eru þá nálgun sem umhverfisráðherra talar fyrir og hagaðilar landið kring, hvort sem þar að ræða bændur, sveitarfélög, rekstraraðilar sem hafa með rekstur í eða í nágrenni væntanlegs hálendisþjóðgarðs, nú eða bara fólk sem hefur áhyggjur af takmörkunum á frjálsa för svæðið rísi upp. Það kostulegt auðvitað að fylgjast með því að sjónarmið forseta Alþingis, Steingríms J. Sigfússonar, sé að verða einhvers slags rammi, svona heróp þessa hóps sem hefur efasemdir undir myllumerkinu örlítill grenjandi minnihluti. Það auðvitað svona sú sýn, sá tónn sem birtist þarna, gagnvart þeim sem hafa efasemdir þessa nálgun, búin að vera alltumlykjandi hjá þeim sem að tala fyrir þessari nálgun alveg frá byrjun. Það er rétt að rifja upp að ég sagði mig á sínum tíma úr hinni svokölluðu þverpólitísku nefnd sem var ætlað að undirbyggja þessa vegferð og í dag sé ég ekkert eftir því að ég bara stoltur hluti af þessum hópi sem eins og Steingrímur J. Sigfússon lýsir því örlítill grenjandi minnihluti. En það sem ég langar að gera hérna í dag að hvetja þig og sem að horfa á þetta og þá sem þú þekkir sem að hafa áhyggjur af þessu máli til að setja ykkur inn í það. Skrifið umsögn, sendið hana til okkar í þinginu. Það verið að kalla eftir umsögnum bara núna í gegnum umhverfis- og samgöngunefndina. Þetta allt mun koma til skoðunar á nýju ári og vonandi mun okkur takast að færa málið í betri vegar. Að öðru leyti segi ég bara takk fyrir í dag og ég þakka fyrir allan stuðninginn sem hefur fengist í efasemdum og andspyrnu við þetta mál því að það töluverður slagur fram undan.